Kurbanguly Myagulevich Berdimakopov sór í dag embættiseið sem forseti Mið-Asíulýðveldisins Túrkmenistans við hátíðlega athöfn. Skömmu fyrir athöfnina greindi yfirkjörstjórn landsins frá því að maðurinn hefði hlotið 89% atkvæði í kosningunum sem fram fór helgina, þeim fyrstu í sögu landsins, þar sem fleiri en einn frambjóðandi fengu að bjóða sig fram. Forsetinn fær það erfiða hlutskiptið að feta í fótspor Sabu Murads Niyazovs sem þekktur var sem Turkmenabasi eða faðir allra Turkmena en hann andaðist í desember síðastliðinn. Dómari í Baugsmálinu veitti í dag Sigurði Tómasi Magnússyni settum saksóknara ítrekkað ákúrur fyrir að spyrja ekki hnitmiðaðra spurninga í yfirheyrslum yfir Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, forstjóra Baugs. Þriðja daginn í röð sat forstjóri Baugs fyrir svörum, nú varðandi meint bókhaldsbrot tengt Baugi. Töluverðrar spennu sveikjanda annars vegar og ákæra og verjanda hins vegar en henni síðan að saksóknari fylgdi ekki áætlunum yfirheyrslu vitna. Reiknað er með að yfirheyrdslum yfir Jóni Ásgeiri ljúki á morgun og þá taka við yfirheyrslur yfir Tryggva Jónssyni, fyrrverandi aðstoðarforstjóra Baugs. Finnst vel ekki að þessu sem byrjaði nú alltaf því að ég reyndi að bera fram nafn forseta Túrkmenista. En landburður nú af loðinu, hún óvenju snemma á ferðinni við Vestmannaeyjar. Við ætlum að segja ykkur frá þessu á eftir með loðnuna og við Vestmannaeyjar og einnig frá því. Já, á jörðu niðri olli verulegri seinkun á innanlandsflugi í dag. En við ætlum að byrja þessu. Stjórnarandstaðan reyndi árangurslaust á Alþingi í dag að knýja fram svör frá ríkisstjórn hvað hún hygðist gera í kjaramálum grunnskólakennara. Forsætisráðherra svaraði einfaldlega að launamál kennara væru verkefni sveitarfélaganna. Kristján Már Unnarsson.